Einn af stóru viðburðum ljósanætur tónlistarviðburðurinn með blik í auga. Nú það tímaferðalag aftur á bak til áranna þegar 80s var ung. 80s tónlistin verður í hávegum höfð. Nú verður blikið í stapanum en æfingar hafa staðið yfir síðustu kvöld í gömlu dráttarbrautinni í Keflavík. Þar drógum við sjónvarpsmenn Víkurhetta, þau Kristján Jóhannsson og söngkonuna Heru Björk út af æfingu í vikunni. Blik í auga, enn og aftur, þetta ekki að verða fínt? Ég búinn að segja það í mörg ár. Þetta orðið fastu liður á ljósanátt í Reykjanesbæ og í hvaða skipti þetta? Sko, þetta að verða eins og húkaraballið í Vestmannaeyjum. Það veit enginn hversu oft búið að halda húkaraballið en það má ekki hætta. En þetta 9. blikið. Það sem sagt 8 ár sem við ætlum að hætta. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young man to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Og þið með sérsta þema á hverju ári og hvað það núna? Nú það hún 80s. Manst eftir 80s. Tökum 80s tónlistina 80 til 89. Gamla skuld. Hegið 80s? 23:59. Heyrðist þetta ekki? Hvað svona máur gargandi. Það í þessu 80s? Já, sko mávar voru fundir upp inn í 80s. Hera, þú ert ný á svæðinu. Herra, já, en ég from the 80s. Klárlega, sko. Ég eini sérfræðingurinn í þessum áratug. Myndi ég segja hér af þessum flytjendum. Og hafði það. Ánægð með það. Og hvað getur þú sagt okkur meira þessa sýningu? Sko, við náttúrulega bara að taka tíðarandann, við að taka tónlistina, við að taka bara sögurnar sem að vill svo skemmtilega til að ég eins og Hera. Ég svolítið 80s líka, sko. Þetta svona kannski okkar áratugur. Við búin að taka diskóið og sólið og það allt saman, sko, og talningi þetta gamla. Arnór að kikka inn núna í fyrsta skipti. Nú þekkir hann tónlistina loksins. En við bara lofum gömlu góðu stemmingunni sem búin að vera á blikinu undanfarin ár. Já, og nýrri. Og nú bætum við sko, neonlitum og grifflum og síta aftan. Og blacklight perum. Já, og allir með hvíta tennur. Túborðum topp og svona. En Hera, hvaða lög þú að syngja til dæmis? Það má ekki segja. Já, ok, segja okkur frá svona nokkrum lögum. Sko, ég get sagt þér að þetta all lög sem ég kann. Mörg þeirra hélt ég mig kunna, þar að segja textan, en kom svo að því að ég kunni þau ekki alveg 100% því að ég bullaði svo mikið, ég bullaði mig gegnum ég svona 12 til 15 ára þegar þessi lög hvað vinsælust. Ég hélt mig vera sérfræðingi ensku þá en ég var það ekki. Þannig að ég búin að taka nokkur látuskostin yfir því sem að ég hélt að væri textin en það alls ekki. Og í fyrsta skipti blik í auga í Hljómahöll, í Stapanum. Hefurðu komið þar fram? Já, ég kom þar í fyrsta skipti fram bara núna síðastliðin vetur með kvennakórnum. Og ég var bara, eins og maður segir, begeistruð, eins og maður segir á dansku. En komst þú aldrei fram í Andrús? Jú, með Frostrósum gerði ég það eitthvað tíma. Þannig að það líka mjög flott hús. En ég var mjög imponerð af þessu flotta húsi sem þið eigið hérna. Við erum svolítið spennt fyrir að breyta til. Við erum náttúrulega búin að vera 8 ár upp í Andrús. Andrús náttúrulega búin að vera heimili bliksins undanfarin ár. Og það nú kannski ástæðan fyrir því að við erum komið hérna í nýtt æfingarhúsnað, ykkur það var að æfa. En það var eiginlega ekkert spurning. Bara fara í Hljómahöllina, fara til Tóma Jóng og hans fólks og við erum bara full tilhlökkunar. Þetta svolítið ögrun, þetta svolítið öðruvísi, við þurfum að hafa okkur svolítið bara nýtt. Og svo náttúrulega að færri miðar, tekur færri í sæti heldur en Andrús, munar einhverjum 150 miðum á sýningu. En ég held ég geti sagt ykkur það bara núna, breaking news, það uppselt á frumsýningu. Og ég held að við höfum aldrei verið svo snemma að selja upp. En það ennþá miðar á sunnudeginum, sem notabene 8. september, klukkan 16:20, miðasala á tix.is. Glæsilegt, við hlökkum til. Við hlökkum líka til.